Jón, það er svolítið síðan að var dregið í þessa riðla og maður rak nú upp stór augu þá. Eru glyrnurnar eitthvað að stækka yfir því að verkefni sé komið svona nærri manni? Nei, ég held að sjokkið sé eins mikið núna og það var þá sko. En allan þessi dagur er kominn að við getum byrjað undirbúningin. Ég held að það séu flestir allir búin að bíða mjög spenntir eftir því og eru búin að vera að undirbúa sig vel, líkamlega og andlega örugglega og eru bara klárir að sanna sig og komast í lið og þetta er svona ákveðið moment sko að þessi dagur sé kominn og þá bara getum við byrjað þennan undirbúning sem verður langur og strangur en á sama tíma ótrúlega skemmtilegur. Sástu eitthvað til liðsins á smáþjóðaleikunum og varstu náttúrulega upptekinn við þína vinnu þá? Nei, ég sá ekkert sko. Ég bara sá einhver highlights og einhver viðtöl og las bara svona umfjöllun leikina og fekk svona bara út af því að kannski Montenegro hafi verið svona þar sem að menn kannski fengu, bara því sem að koma skal og bara fengum kannski svona smjörþiðin af því að þetta hefur eftir að bæta okkur heilmikið og hópurinn var búinn að vera mjög stutt saman þannig að þetta var auðvitað bara góð æfing og góð reynsla fyrir strákana að spila á móti þeim sérstaklega og líka fínt fyrir þjálfarinn að sjá nokkra nýja leikmenn taka sín fyrstu skref í landsliðinu en annars bara sá ég ekkert sko, þannig. Staðan á hópnum í dag, þessi hópur hann er svona ekkert ósvipaður þeim sem tók þátt í verkefninu síðastliðið sumar en við erum búin að ræða við aðra kollega að nú er ákveðin fita sem þarf að skera af kjötinu. Næstu dagar innan hópsins, hvernig verða þeir? Ég efast bara það að menn tali saman sko. Þetta verður örugglega blóðug barátta og ég veit að allir þessi strákar eru rosalega metnaðarfullir eins og þú sérð, ég er bara í málningagallanum. Nei, en ég held að samkeppni verði mjög hörð og ég öfunda ekki þjálfarateymið að velja hópinn. Þegar ég held að séu bara allir inn í toppformi og ég eftir að stíga líka bara leikinn sinn upp aðeins. Þetta er komið á þetta level skilurðu og þú ert með svona Evrópumót fyrir fram að þig, þá held ég að bara menn spili betur fyrir vikið og gefi sér alla í þetta. Æfingaleikirnir sem eru settir upp fyrir Berlín, hvernig líst þér á þá? Metnaðarfullt? Mér líst mjög vel á þetta prógram. Þetta er mjög metnaðarfullt prógram. Flott hjá KKÍ að græja þetta. Við erum með fullt af leikjum, ég held að við séum með, er þetta 8 leikir samtals eða fyrir utan Holland? Þetta er 8-10 leikir held ég. Og það er bara eins og season fyrir flesta sem eru í þessum hóp. Ég held að þetta sé mjög góð samkeppni líka og ofta er undirbúið liðið mjög vel. Mér líst mjög vel á það og gaman líka að fá leik heima móti Hollandi og mjög metnaðarfullt prógram myndi ég segja. Undirbúningar eru mjög flottur og það verður gaman að byrja þetta. Hvernig áður en við sleppum þér Jón, hvernig verður þeir við þegar þú fær fregnir að því að þessu næstum 1000 Íslendingar á leiðinni út í Berlín að styðja við bakið á þér? Mér finnst það mjög gaman og maður finnur fyrir mikilli stemningu í bara þjóðfélaginu og körfuboltaþjóðfélaginu auðvitað líka og það eru margir af þessum gömlu refum sem ætla að fara til Berlín og drekka bjór og horfa á góðan körfubolta og bara ég sem aðdáandi líka, ég er svo spenntur fyrir þessu að sjá hina leikina og bara upplifa stemninguna í kringum þetta og sjá umgjörðina sérstaklega sem ég er svolítið stemdur fyrir því að sjá þetta því að þjóðurinn er náttúrulega ofboðslega skipulagður og hvað það varðar. Þannig að það verður bara gaman að finna fyrir þessum körfubolta, þessum fílingi í Berlín og ég held að það verði engin svikin sem að ferða þangað. Takk fyrir Jón, gangi ykkur vel í undirbúningnum. Takk sömuleiðis.